Heyrðu, þá erum við komin í SketchUp-ina og við ætlum að teikna fyrir eitt verkefnið þar sem við ætlum að teikna sundlaug. Stiga ofan í sundlaugina og sólbekk og eitthvað svona og sjáum hvernig þetta gengur. Þannig að við byrjum bara að gera hérna eitthvað kassa. Það er ekki tilvalið. Það er hérna. Og ég ætla að láta hennar kassa bara vera 10,6 metrar. Og þetta er 10 metrar á lengd og 6 metrar á breidd. Mér langar líka að hafa hérna svona eitthvað smá svona boga hérna út svona. Teki bara þessa línu hérna og eyði henni. Síðan vil ég ýta þessu bara niður. Ég vil samt eiginlega gera kant hérna fyrst. Ég vil gera eiginlega kant í kringu sundlaugina. Ég ætla að gera hérna, nota hérna offset hnappinn hérna. Gera það eiginlega tvisvar. Þannig að hérna ætti ég að hafa sundlaugina mína. Grípa úr spól, hvað hann hafa hana djúpa? 1,6 eða eitthvað slís. 1,2 bara. Þetta er 1,2 metrar. Og síðan langar við að hafa hérna smá kant hérna upp, bara örstutt. Síðan verður gras hérna í kringum þetta. Grænþás hérna. Herðu, það er stigi. Við þurfum að gera stiga hérna ofan í þetta. Þannig að við skulum koma okkur hérna fyrir og horfum hérna svona á hlið á þetta. Og við ætlum bara að fara hérna með blýant. Byrja bara hérna og fara hérna í rauða ástum. Og við getum gert þetta eftir auganu. En það er kannski alltaf leið bara að gera þetta eftir ákveðnum steinir þar, þannig ég gerir 0,2 og síðan gerir ég niður hérna 0,2. Ok, ég get síðan haldið þessu þannig sé áfram. Þetta er ekki það mikið sem er að fara niður. Þannig að það er alltaf leið að gera þetta nokkru sinnum. Það er líka hægt að kópera þetta og ég kannski sýna ykkur það líka hvernig maður gerir það. Ég get tekið til dæmis þessi hérna tvend eða bara öll þessi skref hérna og ég get farið hérna í move hnappinn og gert hérna move og þá sjáum við hérna texta neðst pick 2 points to move, control saman sem toggle copy og svona eitthvað hold shift control, þannig að ég vil að færa frá þessum hérna punkti og ef ég íta control að þá er hann að fara að kópera dótið. Þannig að control er að kópera svona pana okkur aðeins til, gerum þetta einu sinni viðbútt þannig að við séum bara að æfa okkur aðeins í í þessi. Þannig að ég er búinn að velja hérna ég ætla ekki að velja hérna ég ætla að velja þetta ég er núna haldinn í shift-takkanum tökum bara hérna nokkuð þrep ég fer í move hnappinn smelli hérna á efsta þrepið þess ég ætla að kópera frá smelli þar á smelli einu svona control og þá er ég að fara að taka afrit sjá það núna, þarna er ég komin sjá þarna er ég komin undir hérna þetta hérna
Ok, þess ég þarf að gera núna, ég þarf að loka þessu hérna af, loka þetta af. Þannig ég ætla að fara hérna niður, beint niður hingað, gólfið, fara beint hérna hingað til þér. Sjáðu, þá er þetta komið hérna svona flötur og þennan flöt get ég gert push-pull á. Þá er ég komið með glæsilega stiga. Ég meina einu hvernig fallegur. Herðu, næst þurfum við að búa til vatnið og við getum gert það með því að teikna bara einfalda línu hérna yfir. Við erum að teikna línu bara eitthvað starf hérna yfir, milli tveggja kanta og það sem gerist þá lokar hún þessu yfirborði. Og núna er einhver hringja dyrabjöllunni og ég ætla aðeins að setja pásu. Herðu, þá prófa að halda áfram, vonandi hefur þetta virkað. Setja pásu. Þannig að við vorum búin að gera þessa línu hérna. Við getum eitt þessar línu sem við gerum hérna. Þá er ennþá með þetta yfirborðina. Ef að prófa að ýta þessu niður. Svona, þegar vatnið er ekki alveg við yfirborðið. Svona, einmitt. Herðu, og núna viljum við láta þetta yfirborð hérna, vatnsyfirborð okkar vera gegnsætt. Þá fyrir við í materials, finnum hérna water og sjá að það er einn hérna valmöguleiki sem er svona eins og strikið á ská. Strik hérna ská yfir þann valmöguleika. Það þýðir að það er gegnsætt. Þannig að við veljum það og voilà, þá sjáum við erum komið með eitthvað layer hérna eða eitthvað yfirborð sem er gegnsætt. Herðu, og hvað viljum við gera meira? Við viljum teikna eitt sólbekk. Við skulum þá teikna hérna einhver grasflöt hérna. Svona. Ok, þetta er alltaf leið hérna. Þetta eru grasflötur, þið getið málað það. En til þess að gera sólbekk skulum við reyna að finna út af því. Það sem við viljum gera er að við viljum gera hérna einhverja hringi. Þetta getur verið svolítið ljótur sólbekkur sko. Við viljum ekki hafa þetta on face. Svona. Þarna komið það. Svona. Tökum þetta hérna og færum þetta þessu upp á fyrir hérna move. Smelli ykkur þar hérna og færi þetta aðeins ofar en það sé ekki alveg á jörðinni. Síðan það sem ég vil gera er að ég vil gera annan svona hring hérna. Já, þetta getur orðið eitthvað mjög áhugaverður sólbekkur. Nei, sem ekki gera svona. Nei, herri, veistu hvað? Sleppum þessu sólbekk. Ég er að lenda í vandræðum með hann og þetta er líka bara alveg nóg að gera þetta í þessu verkefni. Segjum það bara. En það sem þið þurfum líka að gera er að þið þurfum að setja eitthvað inn í 3D models, þið þurfum að mála grasið grænt. 3D modelsin er hérna og þið að setja inn eitthvað held í 2 eða 3 modelsin sem þið geta líka fundið út úr. Og sem vil maður líka náttúrulega loka þessu grasi hérna. Þá getur maður teikna hérna strik hérna milli og loka hann þessu. Það var ekki svona eyða þarna. Og sem myndum við setja eitthvað lit hérna á þennan kant hérna, en það sé ekki svona gras hérna og hérna myndi koma eitthvað öðru þessi liti til þess að liti þetta aðeins, gera þetta aðeins fallegra. Herri, segja það.